frændur okkar Færeyingar, þeir eru að kjósa í dag og það var verið að loka kjörstöðum fyrir tæpri klukkustund og eitthvað byrjað að telja en það kannski ekki alveg merktaka tölur dagur. Nei, eins og ég get séð búið að telja 2,4% af atkvæðinum sem að gefur ansi skekta mynd og sérstaklega miðað við að það geta verið mörg lítil þorp það sem að gengur svo hratt að telja og það sem að geta verið mjög mikil skekkja sem þorp tilheyra maður getur náttúrulega sagt að þau tilheyra ákveðnum flokkum. Já. En ef ég sé þetta, ég hérna með ríkissjónvarpið í Færeyjum, þá fólkaflokkurinn með 23 niður 4%, sambandsflokkurinn 19,6 niður 2,7, jafnaðarmannaflokkurinn 25,8 eða jafnaðarflokkurinn, en óbreytt þar, það ekki svo þessi að vinna á þessu. Sjálfstýriflokkurinn 5,5, Framsókn bara 2,3, það öfugt við, ég ætlaði að vera að segja þetta væri svona í takt við skoðanakannanir en Framsókn mjög lág þarna. Já, það ekki búið að vera að telja Framsóknar staðina. Og sjálfstýriflokkurinn, hann var verið sagður að ætti að vera alveg á mörkunum og hann hann með 5,5, það svolítið hátt. Þannig að þetta úr ykkur sjálfstýri þorpinu sem við verið að telja. Þeir búin að finna einhverju sjálfstýrismenn. Já, þannig að við getum ekki dregið ályktanir af fyrstu tölum. Nei, ég held að það sé ekki hægt að gera það. Nei. En kannanir svona í gennum tíðina hafa þær verið svona meira og minna réttar? Já, það sérstaklega það sem rétt fyrir valið náttúrulega og fyrir kosningana. Við vitnum í Gallup-könnun, það sem að var sko, ef maður tækir þingmennina, þá, samkvæmt þeirri könnuna, þá væri fólkaflokkurinn og sambandsflokkurinn að missa sikkvotn, jafnaðarmenn að fá 2. Og það var nú eiginlega ekki meiri breytingar en það. Nei. Jú, þjóðveldi var að taka einn af, þá var gert ráð fyrir að sjálfstýriflokkur dytti út. En ef að sjálfstýriflokkur kæmi inn, að þá var ekkert víst að taka þjóðveldi, sko. Nei. Mér finnst mjög líklegt að sjálfstýriflokkurinn dytti út núna. Nú, sem gamli flokkur, það komið ljós síðast. Gamall flokkur búin að vera mörkunum svo lengi. Og þessar, þessar könnunir hafa sýnt það að það virðist vera að sérstaklega sambandsflokkurinn hefur mist fylgi sem kemur mér pínu óvart núna því að eftir kosningana fyrir danska þingið gerist ýmislegt í fólkaflokkinum þar sem að nokkrir sem formaður flokksins meðal annars og önnur hættu í flokknum fór allir úr pólitík sumir. Hann vildi hafa aðra frambjóðendur í þeim kosningum en varð undir þingflokknum og hvað að segja flokkseigandafélaginu og þau fengu ekki góð útkomu. Nei, og þetta leit svolítið illa út í fjölmiðlum það að eins og að flokkurinn var ekki að vinna vel saman og svo var einhver könnun sem að sagði það að fólkaflokkurinn væri lakkaður mjög mikið í fylgi en nýjustu könnunar sína ekki endilega það sína mjög svipað fylgi og hefur verið síðustu árin en sambandsflokkurinn sem var í ríkisstjórn með fólkaflokkunum og miðflokknum og miðflokkurinn var ástæðan fyrir því að sprakk en finnst þér óeðlilegt að sambandsflokkurinn tapi á þessu stjórnarslitum? Ég held að ástæðan fyrir því sé að sambandsflokkurinn var með lagmann okkar sem eins og forsætisráðherra og ég held að margir hafa upplifað hann sem að hafa verið með lélega stjórn á ríkisstjórninni og að hafa leyft sérstaklega Jenisi að fara sínar eigin leiðir sem að hefur bara verið svolítið illa séð. En hann ekki að tapa neinu miðflokkurinn, það ólíklegt, hann heldur bara síðan tveimur mönnum eða ekki? Já, hann hefur verið svolítið að flakka milli 1 og 2 þingmenn síðustu árin. En eftir þetta það er ólíklegt að hægri flokkanir myndu treysta á miðflokkin?
Þannig að, og það raunverulega útilokar svona, segja hægri stjórn eða hvað? Þeir menn sem, þetta fólki sem eftir í fólkaflokkinu, það meiri hægri sinnað og fólkaflokkurinn í rauninni núna orðin meira líkur miðflokkinum. En sambandsflokkurinn myndi ekki vilja koma inn í slíka ríkisstjórn það? Sambandsflokkurinn myndi ólíklega vilja koma aftur í svoleiðis ríkisstjórn miðað við að hafa tapað svoleiðis fylgi eftir það sem hefur gerst. En ef maður talar vinstrið þá það jafnaðarflokkurinn sem svona eins konar samfylking og þjóðveldi sem eins konar VG, kannski svona Ögmundar Jónassonar VG. Já, það sem að aðal áherslan samt á að búa til færiskt ríki, lýðveldi. Já. En þessi flokkar tveir, þeir geta ekki náða meirihluta, það ólíklegt. Þannig að hvað, ekki geta þeir tekið... Nei, ekki saman. Nei, það vantar kannski 1, jafnvel 2. Já. Og þarna finnst mér mjög líklegt að þeir myndu vera til að vinna með framsóknarflokkinum og mér finnst líklegt að það svolítið hægri flokkur eða ekki? Það jú. Svo við ruglum ekki íslenska hlustendur. Þetta ekki framsókn, þetta líkara Viðreisn. Já, það rétt. En þeir eiga það sameiginlegt allavega að hafa unni vel saman áður. Þeir hafa verið sáttir með samstarfið sitt áður. Það hafa verið áður í saman ríkisstjórn. Já, og þeir virðast hafa nokkur markmið núna sem sameiginlegt, þannig að mér finnst líklegt að þeir myndu vilja vinna saman fram eitthvað annað. Og hvað væri svo ríkisstjórn? Hvaða breytingar? Ertu að meina með þjóðveldi, jafnaðarflokknum og framsókn? Já. Hvers konar væri þeir að meiri jafnaðarmennska, breytingar á samskiptunum við Danmörku? Já, breytingar á samskiptunum við Danmörku, það eitthvað sem að þjóðveldisflokkurinn myndi hafa sem algjört must. Þau verða að skila einhverjum árangri. Já. Einhverjum svona... Já, annars engin tilgangur. Já, annars engin tilgangur fyrir þjóðveldisflokkin að vera í ríkisstjórn. Og það sem að þjóðveldisflokkurinn hafði áherslu á seinast var meðal annars að hafa að það sé ekki hvað heitir að ríki sé ekki að rekast með tapi. Að það sé hægt að benda á að við erum fjárhagslega sterk þjóð, af því að það grunnvöllur þess að búa til sjálfstætt ríki. Og jafnaðarflokkurinn hann myndi vilja gera ýmsar breytingar á heilbrigðiskerfinu og á þjónustu fyrir íbúa landsins. Hvernig heilbrigðiskerfið í Færeyjum bara eins og í Danmörku? Gjaldfrjálst? Já, það að mörguleiti gjaldfrjálst og þegar ég flutti til Íslands þá var ég eiginlega hissa yfir hvað ég þurfti að borga. Ég þurfti að hafa veski með mér til læknis, það kom mér. Og þú búin að vera svo lengi, þú veit að borga meira í dag heldur og þú komst. Já, þetta er alltaf að vesna. Þetta hefur, meira að segja vesna. Þannig að þú ert hissa að vera að rukka sjúklíka. Þetta eitthvað sem að stingur okkur í augum svolítið færing þegar við komum til Íslands að emitta. Og virkar gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi í Færeyjum? Já, nú hef ég ekki þurft á því að halda í Færeyjum svolítið lengi, en það sem að mér skilst þá virðast fólk vera svolítið ánægt með það og til að bera saman við heilbrigðiskerfi hér, það sem fjölmiðla umræða sem að ég tek eftir hér allavega meðal annars að það verið að tala skort á hjúkrunarfræðingum og öðrum fagmönnum á spítalanum og það eru ákveðna deildir, sérstaklega bráðamóttakan sem mikið umfjöllun að það slæmt ástand á henni. Á Íslandi? Á Íslandi. Já, fólk verður að bíða alltaf í 8 klukkutíma, bara á þjónustu. En það engin svoleiðis umræða neinar deildir í Færeyjum eða Landspítalan þannig. Hann hefur ekki, það einhvern ekki þessi umræða Landspítalan fjölmiðla þannig hátt. Hvað þá umræðan að taka aukna þjónustu til, nú býst ég við
að færingar noti þjónustu í Danmörku við svona flóknar aðgerðir og annað slíkt. Já. Er verið að tala að sækja það til eigana eða er verið að tala að auka sálfræði þjónustu, eitthvað sem kannski var ekki stór hluti af heilbrigðiskerfinu áður? Eitt sem svolítið áhugavert, það er það að nú er verið að byggja margt á Landspítalanum hér, rísa bygging sem er verið að byggja núna, margar deildir sem munu vera þarna og það hefur svipað verkefni verið í gangi í Færeyjum og eitt sem er sameiginlegt þarna, það er að geðdeildinar í Færeyjum, það eru mjög gamla byggingar, örugglega mjög svipar á aldri og geðdeildarbygging hérna á Íslandi og það er ekki gert ráð fyrir nýrri þannig byggingu. Inn í hádeildarsjúkrahúsi alveg eins og hér. Í Færeyjum og ekki heldur hér. Nei. Þannig að það er einhvern veginn ekki í forgangi eins og ýmislegt annað hefur verið. Já, þannig að þetta er eiginlega svo umræð sem hefur verið hér ef maður vitna bara í geðhjálp sem er að segja, ég man ekki hvernig tölurnar voru að það sé ekki nema 5% af útgjöldunum sem að fara til fólks með geðraskanir þó það sé 20% af sjúklingunum Já. Svo umræða getur bara átt, við getum kópir hana bara yfir til Færeyja. Nákvæmlega. Og en jú, það er sem mjög lítil þjóð og sem í rauninni er Landspítali Færeyja mjög lítil og það þýðir að fyrir flóknari aðgerðir og krabbamens meðferð meðal annars þarf að senda fólk af landinu og flestir myndu helst kjósa það að fá slíka meðferð í Færeyjum ef það er í boði og ef þjónustan er eins góð. En ein stór áskorun hefur verið að fá lækna, að hafa nóg á læknum á ýmsum deildum og það á við Landspítalann og líka heimilislækninga. Eru þá læknar annars staðar að en frá Færeyjum sem er að starfa? Já, það er verið að fá danska lækna til Færeyja en það eru fullt af færing sem fara til Danmörku að taka það nám en svo virðist vera að það er ekki svo heillandi að flytja aftur til Færeyja að vinna þarna ef maður hefur mentað sig annars staðar og hefur séð tækifærin þar. Þannig að sömuleitt í sama vandamál og hér. Já. Það er margir íslenskir læknar sem vinna til þessi Svíþjóð. Já. En samtidig sjálfstæði að þjóðveldi verður að fá einhvern árangur. Hver er afstæða eins og jafnaðarflokksins til? Er það bara, já, við vitum það eftir svona 30 ára það verður líklega orðið sjálfstæð en þú veist hvernig það gerist að það mun bara einhvern veginn hægt og bítandi leiðast þar þannig að þetta er ekki átakamál eða reyna að halda þessu frá því að vera átakamál hvernig sjá þeir þetta fyrir sér? Fyrir jafnaðarflokkin er gallinn þess að vinna að því að verða lýðveldi að það fylgir með því kostnaður og mistar tekjur frá danska ríkinu. Og það myndi þýða að það væri til minna peningur fyrir heilbrigðiskerfið til dæmis. Það er gallinn við það. En jafnaðarflokkurinn er ekki með skýra afstöðu að þeir vilja forðast að landi færi sig í það áttina. Þeir hafa sýnt vilja að samstarfa með þjóðveldisflokkinum og þarna snýsta það að í pólitík þá verður maður að gefa eitthvað til þess að fá eitthvað. Og þessi tveir flokkar hafa sýnt mjög mikinn vilja til að vinna saman. Er það þannig að Færeyingar fá peninga frá Danmörku eða er það þannig að með því að reka þetta sjálf þá er það kostnaðarsamara og þess vegna sé það óhagkvæmara eða blanda hvoru tveggja að fara peninga frá Danmörku til Færeyja? Já, það er til svo kallaður blokk styrkur og það er áleg upphæð sem að Færeyjar fá frá Danmörku og það eru í kringum 600 milljónir danska krónur sem að er í kringum ef ég man rétt er það í kringum 5% af landsframleiðslu eða frá ríkisútgjöld kannski frekar gross national product per capita. Það er svolítið mikið. Þannig að það er blokkstuð styrkurinn
og svo ýmislegt aðrar upphæðir líka sem að koma til ýmislegt annað en sem minni upphæðir en þar á móti danska ríki líka að fá ákveðna tekjur af að vera með að vera með Færeyjar í ríkinu meðal annars loft rúmið að vera með umsjón yfir það gefur tekjur. Sem að Færeyingar okra á þessu Íslendingar. Það eru alls konar þjóðir að benda á það að þessar tvær þjóðir séu okra á lofthelginni sem flugið yfir Atlantshafið séu fáránlega dýrt. En þar að móti þetta með tekjur og kostnað þess að vera í ríkinu færeyska þjóðin á mann eftir sömum tölun ríkari heldur en danska þjóðin sem að gera það verkum að það erfitt að skilja hvers vegna danska ríkið á að vera að styrkja Færeyjar. Það ætti kannski að vera í hina áttina. Ef maður væri að pæla í réttlæti. Sjálfstæðismálin þau eru alltaf ráðandi í stjórnmálunum í Færeyjum. Þetta með fólkaflokkurinn? Já, eða bara í stjórnmálaumræðinni. Það er bara, þú getur kannski talað stjórnmál í svona 10 mínútur en svo byrjar að tala sjálfstæðismál. Er það þannig? Já. Þetta hefur verið þema í 100 ár. Fiskabát. Já, þetta eitt af heitu umræðuefnunum þegar það kemur að pólitík þarna. Og þetta flókin mál, eins og þú talar að sýna það, geta rekið ríkissjóð, hallalausan og svona. Það hljómar þetta svolítið eins og að sé veiki maðurinn sem ætlar að sýna sterkamanninum að hann sé traustsverður. Já, en það sem að bakvið það að fólk sem að móti það að slíta sambandi við Danmörku, það hefur það skoðun oft af því að það upplýr einhvers konar fjárhagslegt öryggi að vera partur af danska ríkinu. Það að fá þessa peninga frá Danmörku og líka það að vera partur af þjóð sem með her til dæmis, að fólk upplifir einhvers svona öryggi og þarna til þess að hafa ástæðu til að hafa forsendur til að sannfæra fólkum að það getur verið góð hugmynd að stofna lýðveldi, þá það maður að geta bent á að það öruggt. Það einn forsenda þess. Þeir sem að vilja halda sambandin við Danmörk, eru þeir sakar að vera ekki svona alvöru Færeyingar? Getur þetta orðið svona persónulegt þjóðveldismenn geti alveg ímynda mér að einhverjir þjóðveldismenn hafa sakað einhverju það, já. Þeir finnst að vera mestu Færeyingarnir? Já, ég held að ég geti sagt það. Ok, heilbrigðismál. Það var komin í kosningabaráttuna samningur við Rússa Barentshafið sem að ég held að hafi verið sagt að verið sama verðmætið eins og þú nefndir, 5% af landsframleiðslunni mætti rekja til veiða þar og þetta var gert í kosningabaráttunni og var einhver deilur þetta eða var þetta bara þannig að þetta væri svo stór biti eða fyrir Færeyinga að þeir gæti ekki annað en viðhaldið þessu samningi? Ég tók eftir einhverju umræðu þetta í fjölmiðlum hér en ég tók í rauninni ekki eftir svo mikil umræðu þarna. Það verðist ekki vera eitthvað sem að fólki finnst vera ég hef allavega ekki tekið eftir að fólki yfir einhverja sterkar neikvæða skoðanir kannski var það þannig að það var bara engi flokkur sem treystir til þess að vera á móti þessu því að það þýddi það að þú værir eiginlega að leggja til 5% samdrátt í landsframleiðslu. Já, og svo gæti maður líka aftur á móti sagt það að við erum mjög langt frá Rússlandi og höfum mjög lítil áhrif á þetta alls saman meðan að það eru aðra þjóðir sem eru að kaupa mikið magn af olju og ýmislegt annað frá Rússlandi. Af hverju ættum við að fórna okkar Það heyrði þessi rök að af hverju ættum við að vera að taka okkur stæðsta áfallið út af Úkraínustríðinu. Já. Það ekkert komna neina nýrri tölur þetta, sé ég. Þetta eru bara svipaðum. Hvenær heldur að komi lokatölur? Ég held að það sé örugglega 11 leytið í kvöld 11-12 leytið að þetta sé að fara að líta út eins og lokatölunar.
Stjórnarmynduna viðræður í Færeyjum, eru þær fljótar? Þeir hafa verið nokkuð fljótar. Já, þeir hafa verið það. Þannig að þetta mótast einhvern veginn í kosningabaráttunni, hvaða möguleika flokkarnir hafa og núverandi lagmaður, hann er með umboðið að skipa nýja ríkisstjórn. Þannig að Barður fær fyrsta tækifæri að búa til ríkisstjórn. Þó að hann tapi í kosningunum? Já. Þá er hann á morgun að líklegast að velta fyrir sér hverja hann á að tala við. Hann er líklegast að tala við einhverja fyrramáli á morgun, ef ekki nótt. Og ef að fólkaflokkur tapa fylgi og þá er mjög líklegt að hann tali við, byrjaðu að tala við jafnaðarmenn? Já, það getur verið. Er það möguleiki? Sambandsflokkurinn jafnaðarmenn og Framsókn? Já, það er alveg möguleiki. Það er ekkert þarna sem myndi gera það ómögulegt. En jafnaðarmenn og þjóðveldisflokkurinn hafa staðið svolítið mikið saman síðustu árin. Þeir hafa stytt hvort annað svolítið. Þannig að það kemur óvart ef jafnaðarflokkurinn myndi fara í ríkisstjórn með sambandsflokknum. Þá þeir hafa gert það áður. Það misjast eftir löndum svona hvað verður mikil breyting við stjórnarskipti. Það er nú oft talað þessi Skandinavíu, það sé alltaf eitthvað svona samkomulag svona sirkabát við að reka samfélagið með þessum hætti, þannig að verði ekki svona slá ekki í og úr. Eru Færeyjar þannig að kannski verði einhver umpólanir þótt að verði ný ríkisstjórn í næstu viku? Já, ég myndi segja að til dæmis ef maður pælir í þessum ási þar sem að maður hefur hægri vinstri og hægri megin er það, maður getur sagt hversu mikið til að borga í skatt og hægri er lítið og til vinstri er meira, að þá er í rauninni mjög lítil munir á flokkunum þar. Allavega seinustu árin hafa hægri flokkanir ekki gert miklar breytingar að því leyti þegar þeir hafa verið með stjórnina og þannig að það eru allir einhvern veginn nálægt miðjunni þar og skatt og fólk er að borga meira í skatti í Færeyjum heldur en hér til dæmis. Þannig að ég held að dreifingarbíli þarna er frekar smalt. Það er ekki breið dreifing á þessum ás. Og Færeyingar ráða öllu í sínum málum nema utanríkisstefnunni og hernum. Er það ekki? Meira að minna? Það er verið að kjósa hvernig samfélag við ætlum að hafa í Færeyjum. Já, en þar á móti var kosið það að hvort að Færeyjar átti að verða frjáls þjóð stutt eftir íslensku kosningan það og það var lítil meiri hluti sem að kaus að verða frjáls þjóð, þannig að eftir lögum ætti það að verða en svo ákvað danski kóngurinn þarna að senda alla þingmennina heim og búa til nýja kosninga sem að þýðir það að Danir eru í rauninni með efstu stjórna og geta tekið ákvarðanir fyrir okkar hendi þegar að þeim sýnist. Eins og þó svo að Færeyingar ráði hver skatturinn er og hvernig heilbrigðiskerfið er og svona, þá geta Danir raunverulega tekið valdið af þeim. Já, það er þannig. Já, þannig það er ekki komið eins og Ísland 1918, það er ekki komið svona þannig að það sé fullveldi í öllum málum fyrir utan utanríkismál. Nei, það er ekki komið fullveldi, nei. Og það er eitthvað sem að þjóðveldisflokkurinn tala mikið, að vilja fullveldi. Notar mitt sama orðið sem er örugglega komið hérna. Herðu, það verður fórnilegt að fylgjast með þessu. Gaman að fá þig, Dagur. Takk fyrir að hafa mig. Við sjáum til undir miðnætti hvernig úrslitin verða í Færeyjum.